Komið sæl. Katrín Oddsdóttir, formaður stjórnarskrárfélagsins sest hérna hjá mér. Velkomin Katrín. Takk. Nú komið á kosningum og þá alltaf að fara að tala stjórnarskrána. Byrjum aðeins á fundinu sem að þið í stjórnarskrárfélaginu hélduð í gær. Þið buðuð öllum stjórnmálaflokkum að koma, það er svona sumir sem mættu, aðrir ekki. Hvernig fór þessi fundur? Hann var bara áhugaverður, það var mikið af fólki, svolítið hiti í honum og það voru þarna fulltrúar allra flokka nema Flokks fólksins, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Við fengum reynda svar frá Framsóknarflokknum þeirra fólk væri alltaf einhvers staðar í kjördæmunum sínum sem eru þá utan Reykjavíkur greinilega og þau gætu ekki mannað en við fengum ekki svar frá Sjálfstæðisflokknum og ekki frá hinum flokknum, Flokki fólksins. En þetta voru samt mjög áhugaverðar umræður. Það sem að fólk kannski dálítið svona spennt yfir núna þetta sögulega tækifæri á því hvort það hægt sé að breyta því hvernig við breytum stjórnarskránni fyrir þessar kosningar. Sem því það að í staðinn fyrir að vera þing og kosningar svo aftur þing, þá er þetta að gera þing ákveðu stjórnarskrá og fólki fara að greina það atkvæði já eða nei bindandi. Sem væri náttúrulega fyrir okkur sem höfum svona mikla trú á því að þetta mál skiptir svona miklu máli fyrir okkar land alveg stórkostlegt. Þess að það er fólkið í landinu sem á að ákveða þessa stjórnarskrá og ekki þingmennirnir. Þetta eru leikreglurnar þeirra. En af hverju, hvað er það sem að fær þig og aðra til þess að einhvern veginn líta svo á að þetta sé eitt af því mikilvægasta sem er í gangi núna? Það er í raun og veru það að við horfum alltaf á sömu atburðarásina aftur og aftur og bara hraðar og hraðar. Þetta er ekki að takast að laga landið okkar eða laga allar þessar hefðir eins og áðan talaði fólki þessa hræðilegu hefð að fólk sitji bara og hati hvort annað og það sé það stjórnmála samtal sem okkur er boðið upp á sem er náttúrulega afleitt og auðvitað hefur það mjög neikvæðar afleiðingar fyrir alla í landinu að hugsa fólki sem við höfum ráðið í vinnu við að stjórna hérna er að eyða öllum tímanum sínum í að dissa hvort annað, þetta er óþolandi. Þannig að til þess, og ástæðan held ég sé svo, að þetta er svolítið svona eins og í brennandi húsi, þú veist, og það er bara hitinn hækkar og hækkar, þú veist bara, hvaða gólfefni eigum við að velja? Þú veist, hvernig ef við taka sænskan náttúrukork, ef við hafa eikarparkett, þetta er svolítið þessi pæling. En hvernig getur stjórnarskráin laga þetta? Sko, stjórnarskráin eru grunnlögin í landinu. Til dæmis, ef við fengjum stjórnarskrána algjörlega eins og stjórnlagaráð lagði til árið 2011, þá væri bara skýrt það kveðið að náttúruauðlindirnar væru í eigu fólksins í landinu. Ef við fengjum þá breytingu að fólki í landinu nyti góðs af þessum gríðarlega auð sem náttúruauðlindirnar okkar eru að skapa en ekki örfáir útvaldir, þá myndum við hafa peninga til þess að gera öll þessi kosningaloforð í alvörunni. Núna þegar fólk segir útrýmum fátækt, fárlega nett að segja það, útrýmum fátækt, er einhver á móti því? Er einhver sem segir nei, við höldum fátækt? Enginn. En ástæðan fyrir því að við trúum því kannski ekki að þetta takist með varanlegum hætti sú að ef þú breytir ekki kerfinu sem liggur undir öllum þessum fagru loforðum, þá breytist þetta ekki til langframa. Þá kemur bara aftur einhver annar næst og breytir þessu tilbaka. Og það sem að kannski ég held að flestir svona venjulegir kjósendur eru orðin svo ótrúlega þreyttir á, er þetta tosir í fram og tilbaka án þess að við fáum bara nýtt almennilegt Ísland. Þetta er hluti af sjálfstæðisbaráttunni okkar að við fáum okkar eigin stjórnarskrá. Þetta er gömul dönsk konungsríki stjórnarskrá sem við erum með sem átti aldrei að vera til lengri tíma og við erum búin að búa til fallegast og lýðræðislega ferli allra tíma og í öllum heiminum utan þetta og við þurfum bara að klára þetta. Þess vegna er svo mikilvægt núna að þessi flokkar sem að hafa meirihluta á þinginu standi saman og standi í lappirnar og breyti þó minnsta kosti þessu til þess að það sé einhver fyrirsjáanlegur möguleiki á að koma þessu aftur til fólksins og klára málið. En hvernig fór þetta? Nú mættu Sjálfstæðisflokkurinn mætti ekki og Framsókn mætti ekki, hinir flokkarnir mættu. Hvernig var þeirra afstaða til þessari hugmyndum að breyta þessu ákvæði núna fyrir kosningar? Sko, maður skiljaði mjög jákvæða afstöðu hjá Viðreisn, hjá Bjartri framtíð, hjá Samfylkingunni og sjálfsög hjá Pírötum sem hafa nú lagt kannski þessa tillögu til. Vinstri græn virtust vera óákveðin og svona fremur neikvæðarinn í bjóst við það að fara þessa leið með hinum flokkunum. Ég held eins og að þau séu ekkert búin að ákveða þessi endanlega og bara vona að þau sjáu ljósið og fari þessa leið vegna þess að þetta er svo einföld leið til þess að laga leikreglurnar að því hvernig þjóðin kemst aftur á málinu. Og við höfum náttúrulega á Íslandi þjóðaratkvæðagreiðslu málið frá 2012 sem sýnir það að kjósendur, þeir sem mættu á kjörstað vilja þetta og við getum borið það saman við Brexit sem að miklu lægri þátttaka í 52% í mannrétt og 9 mánuðum seinna er þingið bara búin að keyra þetta í gegn. Alveg þó að þingið sé ekki í meirihluta sammála fólkinu í þessari atkvæðagreiðslu. Þau segja bara við verðum, annars erum við ekki að virða þjóðarviljan. Þetta var ekki bindandi atkvæðagreiðsla, þetta er bara sjálfsagt mál í lýðræðisríki. Og þetta, getum við ekki haldið svona áfram. Það er ekki þannig að þingið ráði því hvaða reglum það fer sjálft eftir. Við erum að leyfa þinginu að fá völd til þess að stjórna okkur frá degi til dags, af því við höfum ekki tíma til að gera það sjálf. En það verður auðvitað að vera eftir reglum sem við ákveðum. Því þetta er ákveðið frelsi sem við erum að skerða, okkar eigið frelsi bara til að ráða því hvað við gerum. Við segjum já, við skulum fara til lögum sem þið setjið. En þið verður þá líka að lúta þeim reglum sem við setjum utan það hvernig þið megi starfa, grunnlög. En sko,
þetta sumir hafa talað og kannski sérstaklega löglærðir að þarna muni sko strax í kjölfarið koma upp töluverð svona réttar óvissa. Við búum við kerfi þar sem að dæmt samkvæmt lögum og náttúrulega þar fremst í flokki fyrir stjórnarskráin og yrði henni skipt út komplett eins og þið viljið gera þá falla niður öll fordæmi sem dæmdir eftir. Er þetta eitthvað sem að þið hafið tekið sérstakt tillit til eða hafið eitthvað áhyggjur af? Nei, vegna þess að 70% textans í þessari nýju stjórnarskrá svo gamla. Það er ekki verið að umbylta okkar kerfi, það er verið að herða á því. Og eitt af því sem ég finnst mikilvægast að horfa á, sérstaklega í ljósi þess hvernig allar þessar ríkisstjórnir springa núna ein af annarri, til dæmis þessi gríðarlega áhersla á gegnsæi sem nýja stjórnarskráin að gera kröfu Þar eru bara algjör bylting í upplýsingarétti. Það sem einfaldlega sagt bara öll gögn sem yfirvöld standa straum af skulu vera opinber. Nema þessi einhver sérstök ástæða eins og til dæmis persónuverndarsjónarmið eða eitthvað slíkt sem eru þá skilgreind í lögum til þess að megi loka þeim. Getur ímyndaði muni sem blaðamaður sjálf. Ef þú sagði bara öll gögnin væru þarna og þú getur bara skoðað, eitthvað hérna? Get ég lýst ljósinu mínu á eitthvað til þess að hjálpa okkar fulltrúum að taka betri ákvörðun? Þetta á að vera þannig, þetta á að vera kerfi sem byggist á trausti. Þannig að ég segi bara, þú ert þingmaðurinn minn, ég kaus þig ekki, en þú ert samt þingmaðurinn minn, þú ert fjölmiðlamaðurinn minn, þú veist, þetta eru alls konar valdþættir sem við erum búin að byggja upp sem samfélag til þess að við þurfum ekki alltaf sjálf að vera að taka Berg Ingólfs á þetta eitthvað svona öskrandi og hafandi hátt bara til að fá eðlilegt réttlæti og eðlilegar upplýsingar. Þessi stjórnarskrá breytir þessu. En það breytir því ekki það myndi samt sem áður þarna að einhverju leyti verða töluverð óvissa. Ég held að segja fyrsta lagi ekki veruleg, fyrsta lagi, bara sem lögfræðingur. En ég held hins vegar líka að ef það þurfi að uppfæra, það þarf náttúrulega að uppfæra lög þegar ný stjórnarskrá tekur gildi og það hefur alltaf þurft í öllum ríkjum sem hafa sett sér nýja stjórnarskrá. Það hefur alltaf einhvern veginn tekist í flestum tilfellum og þessi ofur áhyggja af því að það megi ekki raska því sem við höfum þegar lært í okkar lagadeildum pínu svona sjálflæg áhyggja lögfræðinga fyrst mér. Ég nenni ekki að læra þetta upp á nýtt. Ég kann þetta, getur ekki bara haft þetta svona. En þú veist, við verðum að hugsa líka, lögfræðingar, við erum hluti af þessu samfélagi og þó að við höfum starfað því að skilja þessi lög, þá það ekki réttlátt að við séum svo einu sem skilja þau. Núverandi stjórnarskrá svo súdókó. Það ekki séns að skilja þetta fyrir venjulegt fólk sem ekki búið að stúdera lögfræði í 5 ár. Þannig má það ekki vera. Þetta verður að vera þannig eins og nýja stjórnarskráin að þú lesir bara textann og skiljir hann og getur svolítið sagt þá við þína valdhafa hverju sinni bara heyrðu, það? Þú veist, ekki eitthvað svona, já, forsetinn gerir þetta og hitt, en svo 10 greinum seinna, nei, ráðherra framkvæmir valdans, já auðvitað, þetta bara ekki boðlegt og auðvitað vita það allir og Guðni, forsetinn okkar núna nú duglegur við að benda á það, að þessi stjórnarskrá bara bráðabera plagg, hún átti aldrei að verða stjórnarskrá Íslands. Þess vegna verðum við að klára þetta 70 ár og 12 ári viðbót ef Sjálfstæðisflokkurinn fær að ráða. Koma sinni það eftir, þetta sko Guðni talar það, Bjarni og fleiri hafa talað þetta sko og margir sem á undan hafa komið, þetta eru þarna kaflar sem að sannarlega þarf að breyta, sem að nú þegar öll þessi óvissa sem ég var að lýsa að margir hefðu áhyggjur af. Sko, einmitt, margir hafa áhyggjur eða velta því upp, nauðsynlegt einmitt að gera þetta svona komplett að öllu leyti, ekki til dæmis mannréttindakaflinn fínn eins og hann af hverju þarf að taka allt út og koma með eitthvað nýtt. Ekki hægt að vinna með það sem við nú þegar höfum og komast að einhverju niðurstöðu frekar það? Sko, núverandi mannréttindakafli í stjórnarskránni besti kaflinn í henni. Hann var náttúrulega uppfærður 1995 í takt við mannréttindasáttmála Evrópu og alveg eins og þú bendir á kannski skástir hlutin af henni, hann frekar skýr. En það hins vegar þannig að við sem bara þjóð höfum undirgengist ýmsar svona mannréttindalega skuldbindingar gagnvart öðrum þjóðum síðan hann var gerður sem hann endurspeglar ekki. Og eins og aftur á grundvelli sömu raka og ég rakti áðan að fólki þarf að skilja hvaða lög í gildi og hvaða rétt það hefur, þá þarf að uppfæra þann kafla að mínu mati. Það líka í þeim kafla náttúrulega ákvæði náttúruauðlindirnar og ákvæðum náttúruvernd sem ég held að Ísland tarnist gríðarlega líka, sérstaklega í ljósi núna nýjustu sveiflunnar sem túrismi og bara stoppum í smá stund og hugsa ef þetta skapar óvissu, þessi nýja stjórnarskrá sem hefur þegar verið greitt atkvæði erum við þá að gefa okkur það að núverandi stjórnarskrá sé eitthvað vissa? Vegna þess að þú veist, þangað til árið 2004 þá töldu allir að málskotsréttur forseta var ekki einu sinni til. Þannig að þú veist, vissan engin í núverandi stjórnarskrá. Við verðum að muna það að við erum með eitthvað ólíkinda plagg í höndunum sem byggir á allt annarri stjórnskipun og allt öðrum raunveruleika heldur en við búum við. Þannig að af hverju ættum við að sætta okkur við það, öll hinn lögin byggja á þessu plaggi. Það er bara svo arfa heimskulegt. Og varðandi það að taka þetta í einhverjum áföngum, þá vitum við það alveg að vindar blása með pólitískum hætti milli kosninga. Hvað ef að hægri stjórn tæki fyrsta áfangan og svo kemur vinstri stjórn tæki næsta áfangan? Það verður fullkomið ósamræmi milli þessara tveggja áfanga. Hvernig óskupun megum að fá eitthvað heildstætt gagn út úr þessu sem í raun og veru harmoniserar við einhverja framtíðarsýn fólksins í landinu?
Þú veist, þá verður þetta bara aftur bitbein stjórnmálaaflanna hverju sinni og það er það sem við viljum ekki. En sko þessi, nú tölum við þessa hugmynd Bjarna Benediktssonar. Flestir tóku nú nokkuð vel í hana af flokkunum fyrir utan alltaf Pírata eins og þú nefndir áðan. Katrín Jakobsdóttir formaður Vinstri grænna tók mjög vel í þetta, aðrir svona voru jákvæðir en ekki endilega tilbúin að segja af eða á. Sko það er alveg ljóst að þetta er umdeilt mál. Af hverju er það vond hugmynd að taka einmitt 3 kjörtímabil í þetta og einmitt það reyna að sætta þessi sjónarmið? Væri það ekki vond hugmynd einmitt að gera þetta svona það sem að helmingurinn kannski eða meira af þjóðinni er bullandi ósátt við hvernig er staðið að þessu? Sko fyrstulega benda skoðanakannanir til þess að helmingurinn sé alls ekki bullandi ósáttur við það. Það er einhver orðræða sem þeir sem eru andstæðingar þessa skjals eru að koma af stað, hún er röng. Og þess að síðast í janúar var gerð skoðanakönnun og það kom í ljós að 2/3 þjóðarinnar vildu að málið yrði klárað á þessu kjörtímabili, töldu það mikilvægt. Þannig að þessi tala 2/3 þjóðarinnar vilji þetta er ekkert að breytast eitt og hún er ekkert að fara hvergi, kannski hækkar honum einhver, en sko það að Sjálfstæðisflokkurinn eigi að fá svona allt í hann að koma, mér finnst þetta svolítið eins og við séum fjölskylda og pabbi sé alltaf að tala um að fara í Disneyland og svo séu bara eitthvað, kannski kaupi ég flugmiða og við séum bara eitthvað, jæ, þetta er bara fyrirsláttur. Sjálfstæðisflokkurinn ætlar ekki að breyta þessari stjórnarskrá á meðan hann hefur völd í þeim anda sem að nýja stjórnarskráin krefur á Sjálfstæðisflokkurinn fullur af alls konar fólki með alls konar skoðanir og örugglega mörgu þeirra mjög góðu sem og kjósendum hefur ekki þessa nálgun eða þessa forgangsröðun, það er bara ekki satt. Þannig að það að tala um eitthvað 12 ára plan og maður er rosalega þakklátur fyrir það að þau skuli bara einu sinni nefna þetta er bara furðulegt. Eftir hrun þá samþykktu allir 63 þingmennirnir að það yrði að breyta stjórnarskránni. Það er ekkert nýtt að Sjálfstæðisflokkurinn segi þá á hátíðisdögum að hann vilji breyta stjórnarskránni. Hann hefur hins vegar haft 8 mánuði núna til að gera eitthvað í málinu og hann hefur ekki eins og skipað nefndina sem kveður á í stjórnarsáttmálanum. Þetta er bara ekki satt. Eða mér finnst þetta ekki trúverðugt. Hefði flokkurinn á öllu þessu valdatíð sem hann hefur haft áhuga á málinu í alvörunni, þá hafði hann komið því í gegn. Þannig sé ég það, vegna þess að hann hefur alltaf verið í gríðarlega sterkri stöðu þegar hann hefur verið í meirihluta. Og það verðum við að horfa á, við verðum að láta verkin tala. Ég get sagt alls konar fallit hérna um það, ég ætla að fara í ræktina á morgun og þannig, en ef ég geri það ekki, þá er það bara ekki neins virði. Hvernig, svona rétt í lokin, hvernig sérðu fyrir þér að þetta spilist núna? Þau viljið að þessu breytingarákvæði verði breytt núna fyrir kosningar og svo hvað? Og svo myndum við óska þess að það yrði afturfarið í þetta stóra samtal við fólki í landinu, að það yrði kynningafundur hvað stendur í þessari nýju stjórnarskrá, hvað stendur í þessari gömlu og hvernig við getum tóka málin áfram. Og svo er svo fallegt að árið 2018 er akkurat 100 ára fullveldisafmæli Íslands og þá ættum við bara að lögfesta þessa nýju stjórnarskrá. Og hvernig gengur það fyrir sig á þinginu? Ef það tekst að ná þessu breytingarákvæði í gegn, þá myndi þingið hafa þarna tíma til þess að kynna þetta aftur og kalla og sjá hvort það er eitthvað sem þurfa að fínpússa. Þingið var komið með skjal sem var einhvern veginn með breytingum frá stjórnlagaráði en það var þó þannig að það var búið að fara þinglega meðferð árið 2013. Þau gætu til dæmis tekið það upp þess að frá var horfið því það er búið að vinna í því og kynnt það og gert þetta svolítið með sóma því þetta er ekki eitthvað sem að mér finnst rétt að við séum að rífast svona mikið Við eigum að taka þetta svolítið svona the higher moral ground fyrir ekki að ég tala á ensku en að leggja eins til hliðar þessa flokkapólitík sem er einhvern veginn svo eitruð fyrir Ísland á svo mörgum stundum og taka bara, þú veist, stundum það maður líka bara sleppa tökunum og segja bara, heyrðu, við þurfum þetta. Sorry, ég veit að ég er í þessum flokki og ég veit að við erum búin að, þú veist, draga lappirnar en nú gerum við þetta bara. Og 12 ár, ég á stelpu sem er 4 ára, hún var að byrja í menntaskóla þegar Bjarni ætlar að klára þetta og þú veist, þetta er bara ekki raunhæft. Hefurðu raunverulega trú á því að þetta muni gerast núna fyrir 28. október? Já, ég trúi því að þau geti náð saman. Þau þurfa örugglega að hittast og hreinsa loftið og vera svolítið góðu hvort annað, en ég held þau geti það. Ég held meira þess að mögulegt sé að Framsóknarflokkurinn kemur með þessa vegferð. Þetta er risamál fyrir alla í landinu. Katrín Ásdóttir, takk kærlega fyrir komuna. Takk. Tryggvi Björgvinsson sest hjá mér hérna eftir örskamma stund.